Jæja Óli, flottur sigur 2-1, þið náðu að halda hérna sigurinn minni þrátt fyrir að hafa mist mannavelli. Já. Hvernig fannst þér liðið spila í dag? Þetta var svona skrappi leikur held ég, fannst mér, og Víkingarnir byrja sterkt. Þær eru náttúrulega að koma hérna og berjast fyrir lífi sinni, þær eru mikilvæg stig og auðvitað erum við að berjast fyrir mikilvæg stig líka, en mér fannst þær byrja betur. Þegar við fengum ró á boltanum, sérstaklega eftir fyrsta markið, þá fannst mér svona taka leikinn yfir fyrir hálfleikinn og hann var prýðilegur. 2-0 staða, kom í seinni hálfleikinn og einhvern veginn svona svipa leikmynd. Þar komast aðeins inn í þetta þegar skora markið. Og svo þetta þegar við missum mannavelli þá reynast aðeins, en við heldum þetta vel út, bara gott skipulag ægi og hérna svona ákveðin þrautsegja að það er bara gott að þessu, okkar stelpur. Akkurat, og talandi um rauða spjaldið, ertu búinn að sjá það atvik aftur? Já, ég er búinn að sjá það. Ég ætla að gefa mig þá sem þetta ekki sammála. Já, það skiptir engu máli hvort ég er sammála og ósammála, hún metur þetta svona að þetta sé rautt spjald, en hérna með það sem ég sé þá skulum við segja að það sé allverulegur vafi. Og ég get tekið undir það með þér. Já. En svo náttúrulega sýnir hún það enn og aftur á Rollins, hvað hún er öflug í loftinu. Hún bara vinnur eiginlega öll skalla einvígi. Ánægð með henda, hún hérna í fyrri hálfleiknum að skalli slá eftir horn og skora þetta góða mark. Okkur hefur vantað þetta svolítið í sóknarleikinu okkar að geta ógnað líka á þessari hæð og gera það vel. En svona heilt yfir, þú veist, það er engin 3 stig, Víkingarnir, mér finnst þær spila sinn leik alveg prýðilega. Mér finnst við díla vel við það sem þær komum með og svona þetta varðu auðvitað út af atvikum óþarlega spennandi í restina. Einmitt. Það voru svona 2 leikmenn þín í liði sem stóðu upp úr, fannst mér. Já. Þórdís Elva var bara átti miðjuna og Elín náttúrulega stóð fyrir sínu og tók hana, að mér fannst hana hérna Lindu alveg nokkur sinnum í einnum og einvígi. Elín er mjög góð varnarmaður og leysti sitt hlutverk vel og mér fannst Sóley gera það líka hinum megin. Báðar mjög sterkar að spila við fljóta sóknarmenn og díluðu vel það. Þórdís, Keiti, Alva á miðjunni sterkar líka. Þú veist, það er engin kannski sem að stóð eitthvað að mínum mati sérstaklega upp úr. Það var bara góður liðsigur og góð segla. Einmitt. Svo varst með uppleggið vera rosa mikið, háar fyrirgjafir, sérlega hotspinnum voru að reyna að ná hotspinnum alveg rétt fyrir markið. Já, við hérna, Guðrún er aðeins búin að vera hérna æfa það að fá hotspinnunar þannig að við getum ráðist á hann í loftinu og það er náttúrulega sérstaklega með tilkomu Keilu að þá fáum við og svo með 2 sterka miðverði sem að sterkja í loftinu þá eigum að vera ók þar og meiri en við höfum verið. Einmitt. Og nú náttúrulega var þetta erfiður leikur síðast á móti Breiðablik, hann er svona gott að komast aftur á sigurbraut. Já, langt síðan sá leikur var og hérna, þessi leikur var erfiður líka, bara aftur Víkingur sómi að þeirra leik fyrir þær og hérna, það er alveg eftir að fá fleiri stig í deildinni ef þær spila svona, bara vel gert hjá þeim og nú er það bara, þú veist, ná sér til þennan og næsti leikur, áfram heldur þetta, við þurfum að gera okkar og hérna, svo sjáum við hvað það dugir í. Einmitt. Herðu bara til hamingju með sigurinn og takk kærlega fyrir viðtalið. Takk.